Já, komið sæl á ný og já, við erum í miklu skammdegi núna og það eru fáir klukkutímar þegar að það birtir til. En það er mikið rætt það hve ósýnilegt fólk er á götum úti. Fólk er dökkklætt og það er ekki með endurskinsmerki. Og það eru margir sem eru að setja til dæmis færslur á Facebook það að það sé orðið dauðhrætt að aka einhvern niður og svo illa fari. En það er til fullt af endurskinsmerkjum og það er alveg óþarfi að vera ósýnilegur og Þórhildur Elínadóttir hjá Samgöngustofu sett hérna. Velkomin. Takk. Kannski áður fyrir betur í þetta, þá skulum við sjá tilraun sem að Snædís Snorradóttir gerði klukkan 10:30 í morgun. Margir eru ansi dökkklæddir gangandi vegfarendur, ofta út að ganga með hundinn sinn sem er mögulega svartur. En við ætlum að gera hérna smá tilraun þar sem ég er í öllu svörtu eins og sjá má. En það er ekkert ótrúlegt vegna þess að ég er oft í öllu svörtu, þannig að ég ætla að prófa hérna að labba yfir götuna og myndatökumæðurinn ætla að labba hérna aðeins aftar, hann ætla að sjá hvort að hann sjáu mig vel. En þetta getur verið mjög slæmt og sér í lagi ef að, það er slæmt skyggni úti, segjum rigning, snjókoma, eða bara skítur rúðan, nú er mikið salt á götum borgarinnar. En nú ætla ég að prófa þetta með einungis örlitlu endurskinsmerki sem ég set hérna á höndina á mér. En að hafa bara eitt lítið endurskinsmerki getur oft gert bara gæfumuninn. Gott. Þannig að sjáum hvort þið sjáum mig betur. Þakkaði fyrir. Mér líður meira að segja öruggari með þetta á mér. Ég lýg því ekki. En já, eins og ég segi, bara eitt lítið endurskinsmerki getur bjargað lífum. Endilega, við mælum hreinlega með því að fólk merki sig með endurskinsmerkjum, setji það á börnin sín og hundana sína, og kettina sína jafnvel líka. Því að, eins og ég segi, þetta getur bjargað lífum. Já, Snædís Snorradóttir þarna klukkan 10:30 í morgun og þarna sáum við glöggt hver munurinn þegar þú setur á því bara eitt endurskinsmerki hérna. Og þau hefði nú jafnvel mátt vera 2 þarna í þessu tilfelli. En hvað er það eru þau svona óaðgengileg þessi endurskinsmerki? Eru þau að næla í dýrmætar úlpur sem eru úr dúni? Hvað er málið? Aðalega snýst þetta bara það að taka ákvörðun að fá sér endurskinsmerki af því að þau eru til mjög víða og þau eru meira þess að til nokkuð smart. Já. Þannig að fólk sem hugsa útlitið sem við gerum nú væntanlega með mörg, við meira þess að getum fundið smekkleg eða sniðug eða jafnvel svona nokkuð ósýnileg endurskinsmerki. Það eru meira þess að til svört endurskinsmerki sem að gagnast. Já. Svört? Já, meira að segja. Já. Og þetta er til bara hist og her í mörgu útliti. Það sem við hugsum oft það eru börnin okkar. Og fólk setur mjög gjarnan endurskinsmerki á börnin sín og passar að kaupa kannski útigallana í skærum litum þannig að þau séu líklegri til að sjást. Svo svona fer aðeins að draga úr þessu eftir því sem börnin eldast. Og á unglingastiginu þá eru margir komnir í svartar úlpur og við fullorðna fólkið erum oft ekkert sérstaklega góðar fyrirmyndir. Dökkklædd sjálf og gleymum svolítið okkur sjálfum að því að við erum náttúrulega bæði fyrirmyndir fyrir unglingan okkar þó að þau vilja alls ekki kannast við það alltaf. Og svo náttúrulega erum við sjálf mikilvægar manneskjur og það að vera í dökkum fötum með ekkert endurskinn, það getur auðvitað bara boðið hættinu heim. Já, heldur betur. Og sérstaklega kannski núna þegar víða snjólaust þá er það ennþá meira áríðandi í skammdeginu. Já, það er einmitt á höfuðborgarsvæðinu, það er engin snjór til að lýsa upp. Og svo sérstaklega þegar kom þetta óveður daginn, að þá var þetta náttúrulega ennþá verra. Þegar það er rigning, þá er bara ekkert skyggni. Myrkur og suddi, það er náttúrulega bara, og svo manneskja í svörtum fötum, eða dökkklædd manneskja, hún sést bara mjög seint. Það er bara áhættuhegðun. Mjög mikil áhættuhegðun. Já. Ég mæli með áhættu í einhverju öðru formi heldur en þarna, af því að endurskinsmerki gerir það verkum að þú sést 5 sinnum fyrr. 5 sinnum fyrr? 5 sinnum fyrr. Þannig að bílstjóri hefur miklu meira svigrúm
til að taka tillit til þín. Þetta líka það, Þórhildur, að sko, þetta snýst ekki bara mig í svörtu og ég sé í hættu að sjást ekki, heldur þetta þá auðmikið bílstjórinn sem að kannski lendir í því að aka á mig. Hugsaðu þér. Það er náttúrulega bara ræðileg ógæfa sem að verða fyrir því að... Þannig maður ber ábyrgð á fleiri. Algjörlega. Þetta er náttúrulega bara þetta er mjög einfalt öryggisatriði sem hægt að bregðast við bara strax í dag. Já, hvar fást þessi endurskinsmerki? Því fólk kvartar yfir því, segir bara ég finn þetta hvergi og svo er þetta svo ljótt og eitthvað svona. Hvar getum við farið? Þau fást víða og meðal annars í apótekum. Ég hef séð þetta líka í netverslunum. Þetta er meira að segja til í skartgripaformi í svona hönnunarverslunum sem staðar. Þannig að þú getur bæði verið örugg og lekkar leið og svo hefum við hjá Samgöngustofu við létum gera endurskinsmerki í samstarfi við ADHD-samtökin sem við höfum dreift í þúsundavís til unglinga viðsvegar landið og í gegnum skólana. Og þar eru þetta merki þar sem við erum vonast til þess að höfði aðeins til unglingana með svona svolítið í skilaboðum sem að þeim gæti þótt ekkert endilega leiðilegt að ganga með. Svolítið svona, Stendur þá eitthvað á þeim? Í sumum stendur eitthvað á og svo eru myndir og öðrum og svona. Þannig að mjög margir unglingar eiga nú þegar endurskinsmerki frá Samgöngustofu og svo náttúrulega getum við sjálf auðvitað verið góðar fyrirmyndir sem fullorðið fólk og fyrirmyndir með því að setja þetta bara á veskið eða töskuna á allar yfirhafnir, jafnvel á skóna eða stinga í vasan einhverju sem við getum smelt á okkur þegar við... En þetta sko, það er að kaupa svona gula, eins og við sáum sem að Snædís var með, sem að fæst í apóteki og síðan er þetta til svona límmiðar, er þetta til í alls konar formi? Alls konar formi, þetta eru til nælur og svona til að hengja og svo er þetta meira þess að til í sprayformi. Nú? Já, þú getur keypt til dæmis í útivistarbúðum sumstaðar, þá getur þú keypt spray sem er með endurskinni sem þú bara sprayar á flíkina þína og hún er þá bara lítur út eins og hún var en er með endurskinni þegar að... Já, það sést ekkert á en ég er ekkert að spraya einhvern lit. Nei, engin litur. Það sést ekkert? Nei. Hvað er þetta að segja? Svo er meira að segja til svona endurskinsþráður sem að prjónafólk hefur stundum fengið sér og sett nokkrar umferðir í hú eða vettlinga. Já. Og það er ósýnilegt þangað til að ljósið skína á, bíljós skína á það og þá glampar það. Já. Og svo eru meira til vettlingar sem eru bara sem eru endurskinn í sjálfu sér. Þannig að það er bara fínt á litlu krakkana og þetta er góð hugmynd fyrir jólasveina. Já, akkurat fyrir jólasveinina. Jólasveinar, þið heyrið þetta. En þetta er víða. Ég heyri það og ekki gleyma dýrunum, af því að þau þurfa líka að vera með endurskinn, af því að svartur hundur, hann er mjög, mjög ósýnilegur í myrkrinu. Þórhildur Elín Elínardóttir, samskiptastjóri hjá Samgöngustofu, takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Og við bara vonum að þetta hafi komist til skila almennilega. En á morgun þá ætlum við að ræða ölvunarakstur og það er oft hér á aðventunni sem að það er meira það en annars segjum við þetta gott í bíli og ætlum að fara í stuttar auglýsingar og svo er það Einar Kárásson og Sigmundur Ernir ætlar að fá hann til sín ásamt dóttur hans sem er líka að gefa út bók.